Skírnin eitthvað sem Nýja testamentið fjallar talsvert um. Skírnin fyrirbæri sem að við kristið fólk þekkjum. En hvað felst í því að láta skírast? Á að skíra fólk á unga aldri, jafnvel unga börn? Og af hverju eru svo margar mismunandi skírnar aðferðir sem raun ber vitni? Við ætlum að fjalla um þetta að þessu sinni og að sjálfsögðu að leyfa ritningunni, Biblíunni, orði Guðs, að upplýsa okkur. Eða viljum við ekki hafa það sem rétt er? Og við skulum þá byrja að fletta upp í Biblíunni og skoða eitthvað skírnina. Þegar við skoðum í Biblíunni, þá komumst við að raun það að Jesús lét skírast, að lærisveinarnir skírðu fólk og við komumst að raun skírnar aðferðina sem að þeir viðhöfðu. En þá verðum við líka að lesa í Biblíunni til þess að láta sannfærast það. Við höldum áfram og við lesum í 3. kaflanum hjá Mattheusi frá 1. versi. Á þeim dögum kemur Jóhannes skírari fram og prédikar í óbyggðum í Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki í nánd. Menn streymdu til hans frá Jerúsalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skírast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndi sínar. Það talað þrennt hérna, ekki bara skírnina, því að í sambandi við skírnina talað iðrun. Fólk þurfti að iðrast synda sinna og það þurfti að játa syndi sínar. Ekkert endilega á opinberu vettfangi að opinbera allt sem að það hafi gjört, heldur að tala við Guð og iðrast frammi fyrir honum, játa synduleika okkar og misgjörður okkar fyrir honum og síðan að taka skírn. Og Jóhannes kemur þarna fram og skýrir fólk og fólkið streymdi til hans. Þetta var fullorðið fólk. Og þegar við lesum áfram í 3. kafla Mattheusar frá 13. versi, þá segir, þá kemur Jesús frá Galileu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þarf að skýrast að þér og þú kemur til mín? Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti, og hann lét það eftir honum. Jesús kvað hér á það að til þess að fullnægja öllu réttlæti í sambandi við hjálpræði okkar, þá þyrftum við að láta skýrast. Og þá leið að játa syndir okkar og iðrast þeirra til þess að geta skýrst eða látið skýrast. Þeirri skýrn sem að Drottinn kendi okkur í orðinu, Biblíunni. Og Jesús kom til Jóhannesar við ána Jórdan þar sem hann var að skýra. Og hann skýrði einmitt þar vegna þess að þar var mikið vatn. Það augljóst að þessu að skýrnafonturinn var áin Jórdan. Það þurfti nefnilega mikið vatn. Nógu mikið til þess að færa einstaklingin alveg á kaf undir vatni, augnablik, til þess síðan að reisa hann aftur á fætur. Og við sjáum hvað felst í þessum táknmyndum sem felst í vatninu og miklu vatni og að láta skýrast á þennan hátt, niður dýfingar skírn eins og við köllum það gjarnan á meðal kristinna manna. En Jesús lét skýrast til þess að gefa okkur fordæmi og þannig sagði hann að við ættum að gera eins og hann gerði. Í 16. versinu og þar áfram hjá Mattheusi 3. kafla segir, en þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu, sjáu þið, hann fór ofan í vatninu því að hann sté upp úr því. Og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Við skírn Jesú Krists voru allar 3 persónur Guðdómsins til staðar. Það að segja, Faðirinn sem talaði frá himni og sonurinn sem þarna var verið að skýra og svo heilagur andi sem kom yfir frelsarann í líki dúfu. Af þessu getum við séð hver skírnarathöfnin mikilvæg.
Við látum skýrast vegna þess að við viljum fylgja fordæmi Jesú, frelsarans, sem lét skýrast. Við látum skýrast vegna þess að það er heilagur andi sem leiðir okkur til iðrunar, til þess að játa syndir okkar og til þess að láta skýrast. Í þessu samhengi er dúfan tákn heilagan anda og það starf sem hann vinnur í lífi okkar. Dúfan er aðeins tákn og táknmynd. Eins og dúfan flýgur á vængjum sínum, það er svona hljóðlátt flug, dúfan hefur ekki hátt, það er ekki mikil fyrirferð. Eitthvað þannig er heilagur andi í störfum sínum. Hann kemur hljóðlátlega inn í líf okkar og leiðbeinir okkur ef við aðeins viljum leyfa honum að leiða okkur og stjórna í lífi okkar. Þá lesum við í 1. kafla Jóhannesar Guðspjalls, það er 32. versið og þar áfram, að Jóhannes vitnaði. Hann sagði: ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sendi mig að skýra með vatni sagði mér, hér vitnar hann í föðurinn, sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs. Þarna einn möguleikin á þessu fyrirbæri að líka komu heilags anda þarna við dúfu, vegna þess að Jóhannes þurfti að þekkja Jesú í mannfjöldanum og hann kannast við hann og segir að Guð hafi sýnt honum að þegar að hann sæi eins og dúfu fljúga þarna og koma yfir frelsarann, að það væri merki að frelsarinn væri þarna á ferðinni. Og svo höldum við áfram í 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls í 22. versi. Eftir þetta fór Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað, það er að segja eftir skírnina. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salim, en þar var mikið vatn og menn komu þangað og létu skýrast. Tókuð eftir áherslunni þarna að þarna var mikið vatn sagt vera til staðar. Það dugði ekki neinni lítill skýrnafontur. Það þurfti að vera það mikið vatn að sá sem skýrir og sá sem skýrður geti báðir stigið ofan í vatnið og sá sem skýrður færður augnablik á kaf undir yfirborð vatnsins. Og við sjáum mikilvægi þess innan skams þegar við lesum meira í Nýja testamentinu. Í Mattheusar Guðspjalli í 28. kafla frá 19. versinu lesum við: farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveini, segir Jesús við lærisveina sína. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefur boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Jesús með okkur þegar við förum að boði hans og gjörum eins og hann býður okkur að gera. Að kenna fólki af öllum þjóðum fagnaðarerindi. Skýra fólki í nafni Föðurins, Sonarins og heilags anda og kenna þeim allt sem Jesús kendi þeim, þar að segja lærisveinunum. Og það allt sem skráð í Nýja testamentinu. Þetta ber okkur að gera enn í dag og þá að sjálfsögðu þegar við fræðum fólk að skýra það eins og Jesús var skýrður og skýrði aðra. Jesús og lærisveinar hans skýrðu fólk þegar það var komið til vits og ára. Jesús sjálfur var orðið fullorðið maður þegar hann lét skýrast. Það mikilvægt að hafa þetta í huga vegna þess að ung börn hafa ekki vit á því sem að gerast þegar þau skýrð. Ég ekki að gera lítið úr barna skýrninni. Ég sjálfur skýrður eða var skýrður sem unga barn. En ég lét líka fermast 13 ára gamall þegar tími kom til þess, eins og allir aðri létu fermast á þeim tíma í lífi mínu. En þegar ég síðan fór að lesa orðið og komst að raun það að Jesús var sjálfur fullorðinn þegar hann tók skýrn
og þeir sem að sagti frá í Biblíunni og létu skýrast, þetta var fullorðið fólk. Og við hljótum að vilja fylgja fordæmi Jesú og gera eins og hann bauð okkur að gera. Og skírnin er mjög mikilvægt atriði varðandi sáluhjálp okkar. Þegar við komum í orð Páls postula í Efesusbréfinu í 4. kaflanum og lesum frá 4. versinu, þá segir einn er líkaminn, hér er verið að tala um kirkju Guðs, og einn andinn, það er að segja heilagur andi, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar, sem sagt, það er bara einn boðskapur, einn sannleikur. Einn er Drottinn, segir, einn trú, einn skírn, einn Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta er dásamlegu boðskapur þess efnis að Guð á fólk allstaðar, í öllum kirkjudeildum, og hann er að kalla þetta fólk til einnar trúar, einnar skírnar og til samfélags, þar sem við eigum þennan sannleika orðsins eins og það er kynnt okkur í Biblíunni. Í postulasögunni er sagt frá því þegar að Filippus var boðið af heilagum anda að staðsetja sig á ákveðnum stað við þjóðveginn sem liggur Gaza eða lá Gaza á þessum tíma fyrir 2000 árum, því að þar myndi maður einn, hirðmaður frá Eþíópíu eiga leið frá hátíðinni í Jerúsalem. Og við lesum þetta að andinn bauð Filippus að leiðbeina honum og fræða hann nánar hjálpræði Guðs öllum mönnum til handa. Og hann fer þarna, kemur sér þarna fyrir við veginn, og þá kemur þarna vagn sem er drifinn áfram af nokkrum hestum, og þar er þessi hirðmaður með bókroll í hendi að reyna að komast fram úr og skilja þennan boðskap Jesú Krist í spátónsbók Jesaja. Ég get nú rétt ímyndað mér að það hefði einmitt verið 53. kaflinn í Jesaja. Nema að Filippus, hann gefur svo tal við mannin, og hirðmaðurinn býður honum bara upp í vagnin og sjálfsagt hafa þeir haldið áfram, því að það segir skömmu síðar að hirðmaðurinn segir við Filippus, hér er vatn, hvað varnar mér að láta skýrast? Og Filippus skýrði hirðmannin bara strax þennan sama dag, og ef þau vill hafa verið þarna að spjalla saman í hálftíma eða klukkutíma eða ef þau vill mikið meira, og það var til þess að hirðmaðurinn lét sannfærast Jesú Krist og hann var skýrður strax. Þarna var einn fullorðinn skýrður til trúar á Jesú Krist. Og við sjáum af öðrum frásögnum Biblíunnar að menn stigu út í vatnið, og það var gert þarna með þennan hirðmann, og Filippus lagði hann eins og að vera að leggja hann í gröf, augnablik undir vatnið, og svo reis hann upp aftur í fögnuði þeim sem að honum hafði aðlast eða áskotnast í því að kynnast Jesú Kristi og hjálpræði hans. En okkur er sagt í Rómverjabréfinu 12. kafla og öðru versi að okkur beri að hegða okkur ekki eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hversi vilja Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Skírnin sem Jesús hefur boðið okkur að undirgangast, hún er eins konar þáttaskil í lífi okkar, að þá skiljum við hið gamla í lífi okkar og við byrjum nýtt líf, og lífsferill okkar eða lífstíll okkar jafnvel breytist. Við tökum háttaskiptum og hugafar okkar endur nýjast, svo við fáum að reyna hversi vilja Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Skírnar athöfnin er upphafið að slíkri göngu með frelsara okkar.
Kristið fólk hlýtur að taka mark á leiðbeiningu Drottins varðandi skírnina eins og hana er fjallað í Biblíunni. Enda er Biblían orð Guðs. Tökum við ekki mark á orði Guðs? Tökum við ekki mark á þeirri skírnar aðferð og því sem skírnin sem Biblían boðar felur í sér? Og nú skulum við athuga það nánar. Í Rómverjabréfinu 6. kafla frá 3. versi útskýrir Páll mjög vel hvað felst í því að láta skýrast. Hann segir: eða vitið þér ekki að allir vér sem skírðir erum til Krists Jesú erum skírðir til dauða hans. Skírnin boðar dauða hins gamla manns, okkar gamla lífernis. Svo heldur hann áfram: vér erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni. Þá erum við eins og grafin í þessa blautu gröf sem skírna lögin, áin, vatnið eða hafið, það sem við erum skýrð, táknar. Til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðurins, því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu, takið eftir þetta líkingamál, í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu uppreisa hans. Kæru vinir, hér komist við að raunum að skírnin og skírnar lögin eða vatni sem við skýrumst í á þennan hátt með niður dýfingu eins og við orðum það. Þetta hefur og boðar ákveðnar leksíur. Til dæmis, við upplifum dauða okkar gamla manns og rifjum þá upp að Jesús þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Og skírnarathöfnin er svo ný byrjun því að okkar gamli maður er grafinn. En upp rísum við í endurnýjung hugafarsins og alveg eins og Kristur reisur frá dauðum. Þetta er allt saman boðað í þessum táknmyndum. Þegar Kornelíus, sem Pétur var sendur til að uppfræða nánar fagnaðarerindið Jesú Krist, komst að raunum hvað fólst í fagnaðarerindinu. Þá vildi hann og allt hans heimilisfólk láta skýrast og þau létu skýrast vegna þess að þau komast að raunum hver vilji Drottins var í því efni. Það segir nefnilega, og við lesum þar orð Péturs í 10. kafla Apostolasögunnar, það er vers 47 og áfram: hver getur varnað þess að þeir verði skýrðir í vatni, það er að segja þessi herforingi og annað heimilisfólk hans. Þeir hafa fengið heilagan anda sem vér og hann bauð að þeir skyldu skýrðir verða í nafni Jesú Krists og þetta fólk lét skýrast. Það var niðurdýfingaskýrn. Öðruvísi gat þetta fólk ekki upplifað þessa táknmyndi, þessa leksíur sem felast í því að láta skýrast eins og Jesús lét skýrast. Okkur er sagt að í líkingu dauða í Jesú Krists að þá upplifum við dauða okkar gamla manns. Og ef það hefði ekki verið fyrir dauða Jesú á Golgata, þá ættum við engan möguleika til eilífs lífs. En hann borgaði það verð sem þurfti að gjalda fyrir sáluhjálp okkar, því að hann einn var syndlaus, svo að hans dauði nægir til að frelsa alla, karla og konur, eldri sem yngri, allan heim á öllum kynslóðum, ef við bara viljum láta frelsast. En þá verðum við líka að meðtaka hjálparið hans á Golgata. Það er sama hver ferill okkar kann að hafa verið, hver fortíð okkar er. Við getum skilið við það allt saman og skírnarathöfnin er slíkur tími, slík þáttaskil sem við getum upplifað. Ég minnist þess þegar ég var skírður. Ég var alin upp í Lúterskirkjunni, inn í íslensku þjóðkirkju og ég átti mínar indælu góðar minningar frá æsku minni við móður kné, það sem að hún kendi mér, það sem hún kunni og vissi
í orði Guðs. En það vantaði ýmislegt upp á þar og lá ég móður minni það alls ekki, en það var hún sjálf skýr síðar þegar hún kynntist orði Guðs nánar eftir að ég hafði látið skýrast hinni biblíulegu skýrn. Ég minnist þess þegar ég steig ofan í skýrnalaugina í aðventkirkjunni í Ingólfsstræti 19 í Reykjavík. Það hafði verið rigningadagur og það var þungbúið þegar ég gekk inn í kirkju. Skýin gerðu frekar svona dimti í veðri. En þegar ég steig ofan í laugina var eitthvað að breytast í veðurfarinu umhverfis okkur. Nema þegar ég stíg upp úr skýrnalauginni að lokinni skýrn, þá brjótast sólargeislarnir inn gluggana í kirkjunni og við þarna í skýrnalauginu voru böðuð í sólargeislum himinsins. Þetta var ákaflega eftirminnilegu dagur og ég iðrast þess ekki að hafa farið að boði Drottins og látið skýrast. Þetta var upphafið að göngu minni með frelsara mínum Jesú Kristi. Ég hvet ykkur sem á þetta hlýðið og að skoða þetta allt saman nánar með Biblíun í höndunum og meðtækið orð Drottins og látið skýrast ykkur til sálu hjálpar. Jesús segir sjálfur í Markúsar Guðspjalli í 16. kafla og 16. versi: Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Hvað viljum við hafa, vinir? Viljum við hafa eilífa lífið? Viljum við eignast sáluhjálp í Jesú Kristi? Eða kærum við okkur kollótt framtíð okkar? Hugsaðu málið. Þegar við látum skýrast, þá getum við fagnað og glaðst í hjálpræði Drottins, því að þá eru allar okkar syndir afmáðar og við byrjum upp á nýtt. Það er eins og við fáum að skrifa á nýtt blað. Það er engan flekk að finna á þessu nýja hvíta blaði sem við fáum, svona tákgrænt séð. Og við getum eins og látið skrá líf okkar þaðan í frá undir handleiðslu frelsara okkar. En ég vil minnast þess að þeirra staðrindar að okkur mun verða á. Við erum ekki fullkomin, við erum synduga manneskjur, en Drottinn mun leiða okkur áfram. Og ef við frá degi til dags viljum vera undir hans leiðsögn og taka leiðbeiningum heilags anda í lífi okkar, þá mun Guð fyrirgefa okkur hverja synd og afmá allt sem okkur kann að verða á, ef við viljum gangast undir hans Drottinn vald. Já, hvernig sem líf okkar hefur verið eða kann að verða, ef við bara komum til Drottins á hverjum degi og byggjum hann að hjálpa okkur og fyrirgefa okkur og leiðbeina okkur, að þá mun ekki skorta á náðina frá honum. En minnist þess sem Páll segir, og við rifjum enn einu sinni upp, það sem að segir í Efesusbréfinu í 4. kafla fyrir 4. versi: Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallað til einnar vonar, einn er Drottinn, ein trú, ein skýrn. Viljum við fara eftir leiðbeiningu Drottins? Svo segir Drottinn sjálfur í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls: Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Þetta á við skýrnina eins og allt annað sem við lærum frá orði Guðs. Að gjöra eins og Drottinn gjörði, að fylgja hans fordæmi, því að hann bregst okkur ekki. Hans fordæmi er örugt. Þá segir Páll postuli í 2. Tímóteusarbréfi í 3. kafla frá 16. versi:
Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Ritningin fræðir okkur. Við þurfum að biðja Guð að vekja hjá okkur löngun, jafnvel þorsta eftir orði Guðs, svo við getum fræðst þetta allt saman. Og það verður okkur til menntunar í réttlæti. En vil ég rifja upp það sem að gerðist og sagti frá í Sakaríasi, þessari spádómsbók þarna aftarlega í Gamla testamentinu. Það í 3. kaflanum og það í 4. og 5. versi það sem er sagt frá því þegar Jósúa, æðsti prestur, var ákærður af Satan. Ég hvet ykkur til þess að lesa þetta. Og þá er það að frelsarinn okkar kemur til og eins og náðar Jósúa. Viðurkennir að hann er syndari, en af því að Jósúa hefur tileinkað sér hjálpræði frelsarans, að þá var hann eins og íklæddur í nýja skikki. Við skulum lesa þetta. Þar segir: Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra, stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann: Sjá, ég hefi burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. Ennfremur sagði hann: Látið hreinan ennidúk höfuð hans. Þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá. Undursamlegu boðskapur fyrirgefningu og náð frelsarans okkur til handa, ef við bara viljum. Og það er svo merkilegt að það var ekki bara skrúðklæðin, hvít skikkja sem að Jósúa var íklæddur í, heldur er hann einnig látin hafa hreinan ennidúk höfuðið. Það er einmitt þar á bakvið ennið sem við tökum ákvarðanir okkar og kjósum Krist, kjósum frelsaran. En þá stendur ekki á því að himinin náðar okkur og við göngum áfram út í lífið undir náð drottins og fyrirgefningu frelsarans. Það er Jesús Kristur sem er okkur allt. Hann er okkar fordæmi. Við hljótum að fylgja hans fordæmi. Eða hvað segir þú?